verið teiknandi frá því ég fæddist, alltaf. Og bara alltaf vita hvað mér langaði að gera. Alltaf bara verið með blýantur í hendinni og langað til að starfa við það. Það var aldrei neitt annað komið til greina. Já, sko, ég menntaði mig þannig að ég fór fyrst í FB á myndlistarbrautina og þar fekk ég alveg rosalega fínan grunn til að fara í áframhaldandi myndlistarnám. Fór svo þaðan í Listaháskólann og var í grafíkdeildinni þar. Útskrifaðist þaðan 2001 og tók mér smá pásu frá námi þegar ég eignaðist fyrsta barnið mitt og fór reyndar svo fljótlega aftur í kennaranám. Tók kennsluréttindi í myndlist og eftir að hafa unnið aðeins við að kenna þá fór ég út í framhaldsnám í master í illustration sem fagið sem ég sérhæfi mig í myndlistinni. Ég held þegar ég lít tilbaka og sé ég var svona ráðvillt kannski þegar ég var í Listaháskólanum og svona, þá vissi ég ekkert alveg í hvaða braut ég var. Ég vissi það kannski innst inni en ég hafði ekki alveg kjarkinn í að fara í það. En þegar ég fór í námi í San Francisco þá var það svo alveg á hreinu hvernig myndlist mér langaði að búa til. Og kannski myndlistin sem ég er að búa til kannski svolítið blanda af bara að vera, þetta myndlist og þetta líka bara handverk og iðnaður og þetta bara vinnan mín sem að þetta bara mitt lífsviðurværi sem að ég vil skapa bara með höndunum eins vel og ég get. Það sem felst í starfi mínu sem myndskreytir í raun og veru bara að myndskreyta allt sem ég er beðin að gera. Allt sem handgert eða allt sem teiknað og ég notaði þetta alveg við tölvu líka í mínu starfi svona til að hjálpa mér stundum svona að binda endapunktinn. En þetta í raun og veru alveg ótrúlega fjölbreytt verkefni sem þetta getur verið, sem alveg frábærlega skemmtilegt. Svona fókusinn minn kannski meira barnabækur, myndskreytingar í barnabækur. Það svona alveg draumur minn að geta fengist alveg 100% við það, einbeitt mér algjörlega því. En það sem ég til dæmis verið að gera líka ég hef myndskreitt fyrir námsgagnastofnun, kennslubækur, myndskreytti lestrarbók sem heitir Lestrarlandið fyrir þau. Svo hef ég myndskreitt fyrir auglýsingar. Ég hef verið að gera núna undanfarið frímerki fyrir póstinn og ég hef gert munstur á barnaföt líka. Og svo núna það sem ég hef verið að fást við undanfarið ég var að myndskreita 2 bækur út í Bandaríkjunum. Það alltaf kannski svona svipaferli sem ég fer í gegnum þegar ég að vinna myndir og byrja oft bara aðeins að brainstorma, punta kannski niður svona nokkuð stikkor sem ég ætla að hafa í huga með ég að vinna myndirnar. En ég byrja alltaf á bara grófum skissum eins og til dæmis myndir af frímerkjunum sem ég var að gera fyrir póstinn. Þannig að þetta eru fyrstu skissurnar sem ég gerði og þarna ég bara svona aðeins að pröfa mig áfram með mismunandi ramma. Ég var að spá hvort hvert merki hefði eitthvað ákveðið ramma og hvernig það uppbyggt. Þannig að þetta svona fyrsta brainstormi með þessi frímerki. Síðan þegar ég var búin að ákveða hvaða hátíðir ég var að fara að setja á merkin, þá tók ég hverja hátíð fyrir sig og fór að skissa alls konar svona eitthvað sem passa við hverja hátíð. Þetta til dæmis skissu fyrir þjóðhátíð í Eyjum. Bara skoðaði fullt af myndum og svona reyndi kannski að fanga svona einkenni hátíðarinnar. Hvítu tjöldin sem einkenna þetta dálítið. Þannig að þetta bara svolítið svona hér og þar, alls konar skissur sem ég bind svo saman í eina að lokum. Hérna eru skissur sem ég var að gera fyrir merki fyrir hinsegin daga. Hér eru skissur sem ég var að gera fyrir Aldrei fór í suður. Og hérna ég komin á það stig að gera bara svona grófa skissu af svona stage dive og eitthvað svona sem fer hérna fram. Og hér eru skissur frá fiskideginu mikla. Og hér sjáum þið svo kannski hvernig það þróast hjá mér þjóðhátíðarmyndin. Þannig að þegar ég var búin að
skissa alla karakterina, þá fór ég út í það að sjá hvernig þetta sæi fyrir mér á merkinu, gera svona nokkuð mismunandi layout. Þegar ég var komin á þennan stað hér, þá hugsaði ég að þetta væri kannski eitthvað spennandi sem ég vildi halda áfram með. Það endaði svo í þessari lokateikningu hérna. Og þegar ég kom með lokateikninguna og búin að fá samþykki fyrir henni, þá fer ég bara beint í það að mála þetta. Þannig að hérna sjáu þið hvernig hún endar myndin fyrir þjóðhátíð. Hinsegin dagar, fiskidagur mikli, bara Ísland. Og svo aldrei fór ég söður. Svo endingu þá bara klára ég að vinna þetta eins í tölvu, vinna eins með kontrasta og setja inn á letrið og klára uppsetninguna þar. Innblásturinn í myndinni mínar sæki ég mest úr svona mínu nánasta umhverfi og reyni svolítið að finna svona skonnar sögur úr hversdagslífinu. Og ég sæki líka innblástur í barnabækur, sögur sem ég les og mjög mikið bara til barnanna minna og svona fæ innblástur úr því hvað þau eru að gera og hvað þeim finnst skemmtilegt. Hefðbundin vinnudagur hjá mér að ég mæti vinnuna svona 9:00, kannski nær 10 svona yfir háveturinn. Og ég byrja á því að hella mér upp á kaffi, góðan kaffibolla. Svo fer ég inn á vinnustofuna mína og sortera aðeins í gegnum tölvupósta og svona. Og svo bara hefst ég handa og vanalega annarkvort ég að klára einhverja myndvinnslu í tölvu eða þá að ég bara að mála, skissa, teikna, vera í samskiptum við kúnna og eitthvað þannig. Og vanalega á vinnustofun sér til kannski svona 4, þá fer ég heim, sæki stelpunum mín í leikskólan og svo vinn ég rosalega oft á kvöldin líka. Eitthvað svona sem ég þarf að vinna í tölvunni, ger ég vanlegast heima líka. Það skemmtilegasta við starfið mitt náttúrulega bara að fá að gera það sem mér er skemmtilegast að gera. Það að teikna. Og bara allt sem ég fæ að teikna og beðin að teikna finnst mér bara skemmtilegt að gera. Það náttúrulega frábær kostur að ráða sér sjálfur. Að ég ræð vinnutímanum og ef það eitthvað sem tengist fjölskyldunni að börnunum ef þau eru lasin eða eitthvað svoleiðis þá þarf ég ekkert að biðja neitt frí til að redda því. Og bara fæ að vera svona í mínu umhverfi, dálítið svona frjáls í mínu umhverfi. Kannski ókosturinn við það að vera starfandi við svona sjálfur að maður líka alltaf í vinnunni. Bara stanslaust í hausnum í raun og veru og allan daginn og líka þegar maður kemur heim og svo dreymir maður þetta og fær einhverjar hugmyndir nóttina og þarf að byrja í því þegar maður vaknar.